Nú eru 6 dagar liðnir frá því fjársjóðsleitin hófst og systkinin hafa brunað niður fjall á sleða og hlaupið í kapphlaupi til byggða. En nú sitja þau hurðarskellur og skjóða bara á rassinum og bíða eftir strætó númer 6. Nei, þetta ekki okkar vagn. Þessi númer 13. Hvernig veistu það? Hvað stendur á? Já, þá bíðum við bara lengur. Hurðarskellir, strætóin okkar bara keyra fram hjá okkur. Æja, við höfum ekki verið að fylgjast nógu vel með. Af hverju stoppaði hann ekki fyrir okkur? Hann hefur bara ekki vitað að við ætluðum að fara með honum. Hvernig vissi hann það ekki? Við erum nú einu sinni á strætóstoppistöð. Já, en skjóða mín, það eru bara svo margir mismunandi strætóar sem stoppa hérna. Hann hefur örugglega haldið að við ætlum að fara með einhverjum öðrum. En við ætluðum að taka hann. Já, ég veit það, en hann veit það ekki. Við getum bara sjálfum okkur umkennt. Býtu, ertu að segja þetta sé mér að kenna? Nei, okkur. Þetta sko ekki mér að kenna, þetta bara þér að kenna. Hvernig þá? Já, þú vildi bara endilega vera að skoða bara eitthvað fjársjóðskortið eitthvað akkurat núna. Skjóða mín, við vorum bara að skoða kortið saman og það var bara gaman hjá okkur. Gaman? Finnst þér bara gaman að missa af strætó? Já, það getur bara verið mjög skemmtilegt. Ég ætla að vera í þessum strætó þarna sem sko löngu farinn og ég er bara alveg brjáluð. Það sko bara spýtist reiði út úr eyrun á mér og bara út um augun á mér bara. Skjóða mín! Skjóða mín. Láttu ekki svona, Skjóða. Láttu ekki svona, Skjóða mín. Elsku systir mín, af hverju ertu í fýlu? Elsku systir mín, af hverju ég er ekkert í Fýlu? Já, mér sýnist nú annað. Sko, hann og þú og þér finnst ég bara að vera leiðinleg. Hvenær sagði ég það aldrei? Nei, þú þurftir sko ekki að segja það, þú varst að hugsa það. Það finnst öllum ég bara að vera leiðinleg. Skjóða mín, nú held ég bara að þú sért eitthvað að ruglast. Nei, ég er bara leiðindaskjóða. Gettu hver mín inn í helli upp í fjöllunum. Gettu hver, þar liggur flöt með hinum tröllunum. Hver það er sem aldrei réttir vinum hjálpar hönd og leiðindastæla breiðir út lönd og strönd. Hver er hún sem dettur ekki í hug að hjálpa til? Hver er hún sem svindlar þegar gripið er í spil? Út á tún, hún hleypur þegar hinir hjálpast að og hún öskrar bara og gargar. Leiðindaskjóða, hún hugsa bara eigin gróða. Fremst á meðal suppusóða, hún kann það best að hrín og hljóða. Hún skjóða. Já, það nú langt síðan að ég hitt hana leiðindaskjóðu. En ég veit að innst inni ertu bara hún Skjóða mín. Fyrirgefðu, hurðarskellir. Ég vil ekki vera leiðindaskjóða. Ég veit ekki af hverju ég breytist bara allt í einu í hana. Ég veit það. Veist þú það? Já. Við höfum eiginlega ekkert borðað sem við lögðum af stað. Og maður getur orðið dálítið pirrað þegar maður er svangur. Já, ég verð alltaf mjög pirruð þegar ég er svöng. Þá er nú heppilegt að þú pakkaði niður öllu þessu nesti í skjóðuna þína. Já, eigum við að fá okkur
Nornahatur. Eigum við kannski að fá okkur snjókarlakökuna? Eða... Þetta nú við... Eða jólasveina pipakökunar. Eða... Kannski... Já! Eða grænmetis jólatréð sem... Heyrðu Skellir! Kláraðir þú allt grænmetis jólatréð? Skjóða, ég vissi ekki eins og að það pakkaði niður. Nei, alveg rétt. Ég borðaði það óvart áður en við lögðum af stað. Vittu nú við, eða eigum við kannski bara að fá okkur frekar. Já, stjörnupipakökurnar. Má sjá, eða bara... Má sjá... Má sjá... Skjóða, gríftu bara eitthvað snöggt, því það má alls ekki borða í strætó. Ég fæ mér þá bara... Svakalega kemur mikið í þessa skjóðu. Eina mandarínu. Ég held að við höfum öll lent í þessu. Að vera dálítið pirruð og leiðileg án þess að vilja það. Það var virkilega flott hjá Skjóðu að átta sig á mistökum sínum og biðja Hurðaskelli afsökunar. En strætó númer 6 er kominn, svo við getum ótrauð haldið fjárhjólsleitinni áfram.